Góðan dag, 2026. Gleðsnýtt ár, kæru hlustundur, aðdándur og allir aðrir. Er hljóðið mig crazy eða? Nei, it's not crazy. Ég er á nýjum stað af því að í óska heimi þá myndum við vera báður á Íslandi og vera bara í ykkur góð stúdíói út í skúr hjá einhverjum en við þurfum að díla við þetta Já, og ég vona að það sé ekki ómikið bergmál hérna inni í þessu vinnurými sem ég er í en það verður bara að koma í ljós eftir upptöku. Við erum komin hérna niður að taka upp. Ég hef aldrei tekið upp hérna í vinnurýminu af því að ég verður eitthvað nójuð að vera að tala hérna. En það er enginn hérna eins og er og vonandi getur enginn kvartað verið að ég sé að tala hérna. sko. Og þar höfum við það. Já. En Elva, þú fórst á Retro Steffson, segðu mér aðeins frá því hvað gerðist þar. Já, ég fór Retro Steffson og það var ekki frásögunni Hvað segir maður? Það var ekki í frásögur færandi. Ert að djóka? Ég held að það væri ekki frásögunni færandi. Ég ætla að googla þetta til öryggis. I am confusion, sko. Þetta er ekki í frásögur færandi. Þetta vissi ég. Takk fyrir það. Í frásögur? Færandi. Er frásögur eitt orð eða? Já, þetta er bara meira svona fréttir, þú veist. Ekki færandi fréttir af þessu. Það er maður að læra eitthvað nýtt. Það vitið það. Ég ætlaði að segja að það var ekki frásögunni færandi. En það er víst algjörlega vitlaust eins og allt annað sem ég segja á íslensku. Já. En já, ég get ekki eins og sagt þetta rétt. Hvað sagður þetta væri? Það væri ekki í frásögur færandi. Þetta er ekki í frásögur færandi. Já, ég var sérst á Retro Steffson og þetta er ekki í frásögur færandi. Þú veist. Og þetta er vitlaust líka. Nei, þetta var rétt. Ég er að segja, ég þarf bara að fara að læra, þú veist, eitthvað annað tungumál, ekki íslensku, ekki ensku, heldur bara eitthvað sem fólk nennir ekki einu svona að kommenta á að ég sé að segja vitlaust, sko. Þannig já, ég var alveg bara officially celeb þannig á þessum tónleikum, sko. Oh my god. Alveg to the point að þú veist, Retro Steffson var bara who is this bitch? Af hverju eru fleiri að fylgjast með henni heldur en okkur hérna upp á sviði? Það var ástæðan fyrir ég kom ekki. Já. Ég hugsaði með mér, ég bara losa að þú getur ekki komið líka, þetta verður of mikið fyrir hljómsveitina, sko. En já, þeir voru sérst að keppast athygli við mig allt kvöldið, ég og gestgjafarnir. Nei, ég segi svona. En hvernig voru tónleikarnir? Tónleikarnir voru æði. Þetta er sem með Frank Ocean, var eitthvað svona af hverju ertu bara, why did you quit, skilur við? Allir smá svona sad, en þau eru allavega að halda tónleika, annað en Frank. En já, tónleikarnir voru æði. Það voru ég var stoppuð hér og þar og það var að tala við mig og bara þessi klassísku seleb hlutir, sko. Ég býst ekki við að fólk sem er hlusta skilji, sko. Ég væri til í að gera eitthvað svona eins og þeir voru með í sterakastinu var ekki Böddi það var eitthvað, fólk átt að segja eitthvað við hann út á götu og já ég man ekki hvað það var en það var eitthvað fáralegt. Oh my god. Ég vildi óska þess að ég væri Böddi, sko. Ég vildi óska þess að ég væri hann, skilur, þú veist, ég ásæður með að sjá fólk gera eitthvað fyndið og er fyndnar en ég og ég er svona, why didn't I think of that, skilur, og alltaf þegar hann setur eitthvað á netið, það er alltaf fyndið og ég er bara öfundsjúk af því mér langar að vera eins fyndin og hann, en ég held ég sé það ekki, ég held ég minn aldrei verða það. Nei, hann er mjög fyndin, sko. En getum við fyndið eitthvað þannig að fólk geti öskra á þig svona förnum vegi? Af því ég veit að það myndi gera þig svo vandræðalega. Hvað? Það sama á ég að skrá kallin á Petsen. Nei, ég var bara til í eitthvað Celebu Kef. Nei, það er nú þegar djók. Já, en það væri þetta bara djók. Heldur að fólk var eitthvað að kikna í njánum og öskra eitthvað á því þegar sér út á götu það. Sko, nei, ég veit ekki. Það voru stelpur sem báði mynd með mér og réttur á, sko. Þannig að you should not be shy. En það var samt alveg fyndið út af því að þegar að það voru ykkur aðlar sem stoppuðu mig á Retro sem eru þú veist obviously búin að hlusta og heyra hvernig ég tala sjálfur með að ég sé svona feimin og eitthvað fólk sem ég þekki ekki. Þannig að ég fekk alveg, finnst þetta óþægilega ekkert þegar það var verið að stoppa mig og rósa podcastinu og eitthvað svona og bara svona, oh my god, finnst þetta ekki óþægilegt, finnst þetta óþægilegt þegar ég sé að tala við þig og ég er alveg svona, þú veist, actually já, en
ég er að æfa með hérna, exposure therapy. Mhm. Svo kannski getur við verið með meet and greet í Kringlunni. Þurfum að gera það næstu kem til landsins. Lófsar kom til landsins, meet and greet í Kringlunni. Alveg, þáttur nummer 9 ef við ekki bara verið með, þú veist, live show í háskóla bíó eða Oh my god. Hvernig myndi live show virka? Það myndi ekki virka með okkur held ég sko. Ég var aldrei farið á live show heldur bara, þannig ég veit ekki einu sinni út á hvað það gengur, þú veist, eins og ég veit að hann að morðskúrin eða eitthvað var með live show eða morðkastið annarkvort og ég var svona, eru þær þá bara að fara yfir mál live? held það, já. Já, ok. Umræðunum skilur, en ég, þú veist, þetta var svo mikið grín sko, að við erum ekki einu sinni komnar í æfingu að taka upp þætti sko, þannig að hvað, þetta var, nú liður mér arsnalega að það var eitthvað að minnast á live show í ykkur gríni. Nei, þetta er bara eitthvað sem við þurfum að fara að pæla í sko. Ha, Alveg með 3000 hlustendur á þátt. já, ég veit ekki svona hvort að það sé mikið eða lítið sko. Kannski alltaf læg með að við fyrstu 10 þætti, ég veit það ekki. I have no clue. Mér veist bara hver einasti hlustandi þýðir mikið fyrir mér. Ég meina fyrst í þátturinn Lois að þá vorum við að tala um alla 10 sem myndu hlusta. Já. Þannig að 3000 it's a number. En við erum náttúrulega til í fleiri, þannig bara let your friends know, skilji, ef við erum að gera eitthvað fyndið eða skemmtilegt. Shout it ég from cringe. the rooftops. Fáir sem vita að þetta lag var actually samið sem prómólag fyrir falsfréttir. Elva, stop it. Loisa, just work with me hérna. Bounce off of each other hérna. Ég er ekki að fara að syngja eitthvað lag með þér, sko. En Tree Hut, Já. það er búið að vera með okkur yfir jólaármót. Hvað Já. ertu að gera? Ég veit það ekki, ég er með leiðist ég er svo ofvirk, þú veist, fólk er alltaf að tala um það og ég er alltaf að fikta eitthvað í hárinu mínu, þú veist, ég var literally ég er alltaf svona eða naga með neglurnar, en ég er með naglalag núna, og ég er að safna með áramóta naglalag, Já. þannig að ég þarf Eins og Jana. að vera með eitthvað í höndum. Jana var að segja og hún horfir alltaf bara allan þáttin og ég er einhvern veginn bara að því að ég myndi aldrei horfa á heilan svona þátt að þá er ég bara eitthvað svona, nei, það er enginn að horfa en svo, þú veist, einhvern tímann fyrir nokkru vikum þá kíkti ég og það er alveg 70% af þeim sem hlusta að horfa og ég bara, guð minn almáttur, Já, þú veist, að því að við erum svo algjörlega ómeðvitaðar með fólk sé að horfa sem er kannski ástæðan fyrir að fólk er að horfa af því að við erum bara svo eitthvað já, þú veist, þetta er bara eins og að Svo vera með random. live cam á okkur dýri en sko. en já, með Tree Hut ég er búin að vera náttúrulega bara með vanilskrúbun og allt sem ég er búin að vera að tala um hérna var að raka mig í gær með shave oil og allt þetta Var verið að raka sig. já, lappirnar hvað minna Nei, ég er að djóka. I shaved my whole body fyrir retro, sko. Nei, ég er að djóka. fyrir retro Ég hef ekki séð, mér er svo ógæðslega fyndið þegar það er eitthvað svona me when I was 9 years old shaving my whole body for the Justin Bieber concert like something was gonna happen. Svona, mér finnst það svo fyndið. Það er líka, þú setur bara orðið svona joke, bara eitthvað svona mætt bara á retro, bara I shaved my whole body for this. já, það er ekkert meira pain eitthvað I shaved my whole body for this og svo þú veist verður ekki að því sem þú hélst að vera að gerast Já, eins og að vera valinn One Less Lonely Girl á JB tónleikunum. legðu skærunum, kona Ég ætla þess að klipp. Þú veist hvað á ég að leika mér með hérna, þennan risavaxna fisk. þú þarfst að vera bara með eitthvað fidget spinner sko. Já, ég þarf bara að læra prjónuna. já, Eða eiga annan síma til þess að vera í kandikrassa meðan við erum að tala saman. oh my god en já, það sem ég ætlaði að segja að ég er að klára body butterum mitt og ég er að spá í að kaupa mér annarkvort vanilu eða að gefa vassmelónu lyktinni sjans. Mér langar að svona pröfa fleiri lyktir Já. þannig aldrei að vita. Já, ég held að ég sé bara going back to my basics, sko. Ég held að ég sé bara að fara að taka Roundup í vanilu lyktinni í öllu. Beina beint í vanilin aftur. Hættum að influensa hver aðra. Já, í alvöru. Hættu að tala um Tropic Glow við mig. Það er samt mjög næs. Já, ég er að fara aftur í það. Þú veist, við erum bara að fara að skipta aftur. Já. Við erum búin að pröfa. Söknum hverja aðrar. Ég kann ekki tala. A for effort. Effort. Þetta er ekki sem ég sagt þetta sjálf.
núna er ég alltaf að hlusta, þú veist, að ég hlusta alveg mikið á podcast og ég er alveg að hlusta á aðra og ég bara eitthvað heyri valla kött, þú veist, á milli og ég bara eitthvað, er fólk bara að ná að tala svona saman, þú veist, erum við bara eitthvað heftar í þessum málum, bara náum ekki að tala, þú veist, við erum alltaf að kötta svo mikið og alltaf eitthvað að bara, þú veist, Ég held að sé bara þegar við bullum líka svo mikið. Eða allan ekki ég. já, svo er það, Svo er það. en já, langaði ég aftur að ræða eitthvað, hérna, eitthvað sem ég seti inn á TikTok eða það sem hún sást á ESPN. Það væri ógislega fyndið að ræða hérna the Karen that came out of you hérna í stúkunni. Ok, ekki kalli þetta Karen. Nei, ok, þú veist, það er ekkert Karen við þetta nema andlitið á þér þegar þú ert búin Já. að öskra. Andlitið á þér minni mig á gæluna hana calm down, Karen. Ef fólk er ekki búin að sjá það. Ok, ég setti sérst inn á TikTok. Ég var á körfuboltaleiki á Jönu systur og þetta var mjög spennandi og þær voru að tapa með einu stigi og enda á að skora körfu á bara, og það var 1 sekúndubrot eftir þegar það var búið, þannig að þú veist þær unnu basically leikinn þar og ég stekk eitthvað upp og held á skítur í peysu frá Svölu og ég sveifla henni eins og okkur bafið henni skilur á því við vorum bara alveg fyrir aftan bekkinn og kemur síðan í ljós eftir leikinn að ég náðist bara á mynd væntanlega því við sátum bara fyrir aftan bekkinn af þeim að fagna eitthvað og ég öskra þarna, þú veist, oh my god, þetta er svo aðstæðanlegt. Mér finnst þetta svo ógæðslega fyndið. Ég öskra þarna eitthvað, let's go. Þú ert let's go. Svo. Nei sko, let's go 3 sinnum. Af því einu sinni var ekki nóg. Ég næ ekki að leika hann svip sem þú gerðir. Þú varst hérna. Já, fyrir það sem er að horfa. Já, fyrir ykkur sem er að horfa. Ok, ég er að leika lóðin núna. Hún var hérna með eitthvað let's go. Svona. Svona. Þú veist, what even. Og ég veit get ekki út í útskýrt að ég reyna þetta. að horfa á mig á saman tíma. Þú varst eitthvað svona. Já, ég var eitthvað með svo hausinn svona fram. Það var svo Það var eins og væri á ég veit einhverju. ekki. Já, ég hefði eiginlega þurft að vera á róandi hérna, sko. Ég var bara I want whatever she's on. En já, til þess að útskýra þá var ég að pæla í þessu af því að ég bara er búin að vera sjálf bara hvað er að gerast þarna. En ég, þú veist, náttúrulega bara missi stjórn á mér eins og ég hef gert svo oft og af því ég var að öskra svo mikið og svo stuttum tíma og það var búið að vera stressandi síðustu mínútur á leiknum að ég fer bara svona svimakast eitthvað og það er hægt að sjá á sko myndbandi sem ég tók eftir á því ég hætti að taka upp þessu klippu þar sem heyrist svona svakalega í mér og í myndbandinu eftir fyrir aftur verið það þessi 70% sem er að horfa þá er ég sko bara svona, það er ekki hægt að horfa á myndbandi sem ég tók að því ég bara svona ég fyrir bara í eitthvað svona blóðsykurs fallega, ég veit ekki hvað kallast einu sinni og það er held ég ástæðan fyrir að ég bara svona svo tilbaka eftir þessi öskur en við minn almáttur Elva, þú verður eiginlega bara að kötta þetta saman fyrir falsfréttir sko, fyrir að svo allir sjá þetta fyrst verður maður að þetta svona mikið hérna Já. og setur bara eitthvað texta yfir bara allir þegar að falsfréttir droppa nýju þætti Nei. Let's go. Þetta er að fara í mím mánudaga sko. Já, Þetta switch up hjá þér var crazy í andlitinu. alltaf sætust Já. En já, frá COSRX þá ætla ég að mæla með hérna Good Morning Cleanser Low pH Good Morning Gel Cleanser frá COSRX það er svona gult og blátt merki og ég held að fást bæði að hafa króninni og ég nota þetta bókstaflega á mótnana og Elfu fannst það eitthvað skrítið að ég noti cleanser á mótnana en hann er bara svo léttur og þægilegur og ég nota hann svona yfirleitt allavega þegar ég er búin að nota eitthvað svona sterkar húfurur kvöldið áður og mér finnst ég þurfa að þrífa andlitið mitt á mótnana af því að aftur nota cleanser á mótnana vegna þess að ég á svo mörg börn og eitt barnanna minna er hangandi bara í hausnum á mér alla nóttina og snertandi mig fram og tilbaka og hún er náttúrulega hrein en samt, þú veist, stundum koma aftur upp í eða búin að fá sér morgumat og því stundum fæ ég aðeins að kúra lengur bara kunnar vakna með þeim ég var alveg fengi bara eitthvað svona seriós putta, mjólkuputta í andlita á mér áður en ég fer á fætur sko til að útskýra cleanserinn á mótnana
Já, þú veist, hann heitir Good Morning Cleanser, ég held að sé alveg margir að nota cleanser aðeins á mótnana. Þú veist, kannski er Já. margir með bara eitthvað olíukennda húð eða eitthvað skilur. Já. Þú veist að því að finnst það eitthvað skrítið. Ég er sko bara mjög heppin með húðina mína núna. Já. Nei, en já, eftir að húðin mín var góð þá hef ég bara hægt að cleansa hana á mótnana því þá verður hún alveg dry as a cucumber. Nei. Gúrka er yfirleitt ekki það þurr. Ég skil ekki alveg. Nei, ég ætlaði meira, hvað er þurrt? Dry as a raisin. Húðin er svo rúsina. Já, nema mín strykkurnar að því nota retinol og sólvörn. Ok, nei, rætt. Sérst inn í nýja árið 2006, betra nafn yfir 2026 er bara Operation No Pores eða Poreless. Operation No Pore. Já, Pores. Það sérst, eiga til að hætta að kalla þetta 2026 og kalla þetta Operation No Pore. Já, nei, það er þannig hjá mér. Mér langar sko að losna við þess að fílapensla sem ég er með, það er náttúrulega bara eins og, já, ég veit ekki hvað, andlitið á mér varandi það. Þannig að ég ætla að nota BHA tónurinn, BHA Pore tónurinn frá CosRX og færa mig yfir í Skin 2004 Pore Minimizing serumið, hann að bleika, eins og þú ert búin að nota kannski. Nice. Ég er búin að nota bleika Poremizing og nota alla línuna. Tók það með mér í ferðalagið og var mjög næs. Saknaði þess að hafa gefið Jönu testarana eða þú veist, litla travel kitið af því að það hefur verið næs að vera með það í ferðalaginu en ég var bara með huge tösku með alls konar Skin 2004 vörum en ég hef nota maskan hann úr því eða þannig stiftið. Já. Það er mjög næs. Hann er mjög næs. Er búin að vera að hjálpa mér að ná upp á yfirborðið alls konar shiti sem að þarf að hreinsa út. Alls konar shiti? Yes, góð íslenska. En annars var líka annað frá Skin 2004 sem var að hjálpa mér, calming pads hérna. Ég var með eitthvað svona roða í kinninni og ég var alltaf að setja, ég held að ég setja það búst annarkvæð dag eða eitthvað nánast milli jól og nýjárs og það ég skildi ekkert eitthvað ok, hvað átt að gera, ég hafði ekkert endilega eitthvað mikla trú á þessu. En það tók bara svona 1-2 skipti að þetta var bara eiginlega alveg farið og ég veit ekki svona hvað þetta var en ég var bara með eitthvað svona og þetta er eiginlega jafnvel að koma smá aftur ég þarf eiginlega að byrja að nota þetta aftur sko til að hjálpa mig með þetta en við ætlum að ræða í dag tölum köld, það er skemmtilegt. Það er actually skemmtilegt að þetta er svo áhugavert en áður en við förum í þannig að köld málin má ég nefna nokkur hluti sem að mér finnst vera köld en er ekki köld. Ég vil ekki bara gera sér þátt það. Ég er alveg með við vorum komið með alveg lista af því. Já, gera sér þátt það? Já. Ok. Allt í góðu. Og kannski bara biðja hlustendur, ég veit ekki, ættu við að setja inn þráð á Facebook-grúpuna eða eitthvað að fólk geti kommenta undir köld sem er ekki köld eitthvað svona hugmyndir af því að við vorum komið með eitthvað smá hugmyndir. Eitthvað smá, og þess að ég var komið með eitthvað 20 hugmyndir. Já, þess vegna er ég að segja, heill þáttur, halló. Ok. Það var yfir núna. Fair enough. Það postuðu bara inn á Facebook-grúpuna, bara Instagram og Facebook-grúpuna. Þannig að þegar þessi þáttur kemur út, þá verður það komið inn á, eða ekki verður komið inn á, en kannski kemur í kjölfar. Já, við bara eins og venjulega að bögga ykkur úr öllum áttum. Þið losnið aldrei við mig. Ég var að ræða já, getur þau slakað á eða eitthvað, ég veit ekki alveg hvað. Þú sagðir að við þyrstum að vera eitthvað svona aðeins meira upbeat, þannig að bara be careful what you wish for. Já, við erum ána með aðdándan inn á grúpun á Facebook, en nafnið er svo mikið eins og þetta sé við að það er asnalegt. Já, ég sá þegar þetta var fyrst postað, þá var ég immediately bara ok, lofa svo var að skrifa eitthvað. En það er allavega bara alveg á hreinu að þetta er ekki við og þetta er enginn úr fjölskyldunni, ok? Þetta er literally our biggest fan. And I love that fan. Það verður mjög fyndið að það væri næsta nickname bara hvað, second biggest fan. Joke. Það var ekkert það fyndið, þetta var bara hræðileg hugmynd. Það var ekki neitt fyndið.
Æ. En já, vilt þú byrja? Vilt að ég byrji? Þú veist. Ég skal byrja. Ok. Er þetta dark þáttur eða? Nei. Jú, en ég er eitthvað rætt við að merkja hann þannig af því að dark þátturinn okkar síðasti búið að ganga svo hræðilega með alla aðra þætti en það voru við líka bara eitthvað í mesta keisin að reyna að taka hann upp þannig að skiljanlega var hann ekkert eitthvað æði. Þetta er bara költ og þú veist, költ er bara eins áhugavert og það er dark, fattar þau? Það er líka misdark, sumir eru bara með, þú veist, eitthvað 1-2 dauðsföll og sum alveg, sem við ætlum að ræða alveg bara, þú veist, marg 100 eða 100 blues, skilji. En já, take it away. Já, sko ég er hérna með nokkra punta, ég er alveg með marga punta og ég ætla ekki að skafa af því að ég fekk ChatGPT til að hjálpa mér að setja þetta upp þannig að það eru nokkur orðana sem að fólk myndi vera bara immediately bara nei, ok, alveg, þú var ekki skrifið það af því að þú veist, það er eins og eitthvað orð eins og tiltölulega og eitthvað svona. Elva myndi ekki segja tiltölulega. Já, ég myndi ekki segja þessu orð rétt en í fyrsta lagi myndi ég bara ekki segja þau, skilur það, því þau eru ekki inn í mínum orðafara. En ég er búin að horfa nýlega, ég hef hort á, þú veist, eitthvað þetta áður en nýlega horfði ég aftur á þess að geta talað þetta hér. En ég ætla að byrja að tala Waco. Og Waco er náttúrulega bara nafnið á atburðinum sjálfum í endan. Já, þú veist, Waco er náttúrulega í fyrsta lagi, er það ekki bara staður í Bandaríkjunum, þú veist, bæri eða eitthvað? Jú, í Texas, en kvöldið kallaðist, eða þú veist, þessi trúar afkemi kallaðist Branch Davidians. Já, ég var sérst að koma að því. Ok, ég er hægt að trefla. Þú ert bara að byrja hérna að tala þetta. Ha? Já, afsakið mig. Já, eins og Lóa svo að segja. Þetta heitir bara Waco málið, út af því að þetta gerðist þarna rétt hjá Waco. Ég held að það hafi verið aðeins fyrir utan Waco. En þetta var sérst hópur fólks og þetta byrjaði frekar saklaust og þau kölluðu sig, ég ætla að segja Branch Davidians. Hvernig segir maður þetta? Þú sagðir það. Branch Davidians. Já, Davidians. Og þau voru svona breakaway group frá hana The Seventh Day Adventist Church. Og breakaway group er væntanlega bara eitthvað svona sér hópur sem fer svona verður einhvern veginn trú út frá þessu. Og í þessu tilviki er það miklu meira ekstrím heldur en adventistar sem eru nú þegar svona frekar ekstrím. Já. En það byrjaði samt allt mjög saklaust, skilurðu. En allt þetta fólk var mjög trúað og þau voru mikið í svona heimsenda spádómum og þau voru mjög upptekin af hana The Book of Revelation. Er þetta Book of Revelation? Já. Já, ok. Ég held að þetta væri Reveal, en þetta er Revelation. Já, þetta voru sérst fólk eitthvað að leita eitthvað tilgangi eða svörum eða eitthvað svona jari. Þú veist, þetta voru ekkert skrýttir einstaklingar, þú veist, at the time, fattaru. Eftir að higgja er lagt að segja það, en þetta var bara venjulegt fólk, ef ég má segja, innan gæsalappa. Samt mjög trúið, þú veist. Til þess að byrja með voru þau samt mjög trúið, þú veist, adventistar er alveg svolítið svona mikið fólk sem að helga sig alveg trúni þannig að. Já, þau trúðu. They believed. En aðalkallinn í þessu Waco máli er hann David Koresh en hann hélt biblíukennslur og tók á móti fólki bara alls þar frá úr Bandaríkjunum og það voru líka alveg einhver annað sem voru ekki frá Bandaríkjunum þú veist, utanakomandi eða skilur þú veist, ekstra annars þar í heiminum en hann var sem sagt, þú veist, bara eins og flest allir svona költ leiðtogar var hann bara mjög sannfærandi og svona charismatic og þú veist, sagði bara það sem fólk vildi heyra og lét fólki líða eins og þau væru bara eitthvað svona sérstök og útvalin og hluti af eitthvað stærra af því að þau voru náttúrulega að pæla í bara það væri að koma heimsendir skilur og hann varð allt í hennu bara eitthvað svona aðkallinn í þessum litla Branch Davidians en allir sem voru í þessu fluttust á svæði sem kallaðist Mount Carmel þar sem allt var sameign og lífið var einfalt og bara eitthvað svona tengsl við heiminn fór smám saman að slitna og þegar þið fluttust á annað svæði þá fór þetta svona hægt og rólega að breytast þú veist, snýrist ekki bara trú þú veist, tónninn fór að breytast og hann varð svona smá aðalkallinn hann að David Koresh ég ætla bara að kalla hann Koresh ég nenni ekki alltaf að segja David núna er ég alltaf að fatta er Branch Davidians, er það út af David Koresh
út af hann heitir David. Já, hann sérst heitir ekki David Koresh í alvörinni, hann breytir nafninu sinu út af trúnni, þú veist, hann heitir Vernon Howell eða eitthvað. Í alvöru, eftir hét það. Já, joke, sæk. En já, hann fer sérst að kenna á þessum tíma sem eru flutt á hana nýju sameignina hana. Þá fer hann að tala að hann sé hinn eini sem hafi réttan skilning á biblíunni og hann einn megi túlka vilja Guðs og alltaf er þetta inn í öllum kvöldum svona kynlíf. Hann fer að skipta sér að kynlífi annara og hann megi bara stunda kynlíf, engin annar og hann eigi einhverjar andlegar eiginkonur, þú veist, í kringum sig en allir eiginmenn megi ekki sofa hjá konunum sínum, hann megi bara sofa hjá konunum þeirra og hann á einhverjar 12 konur eða eitthvað. En já, og já, hann sagði sérst, Koresh átti sem sagt í kynferðislegum samskiptum bara við örugglega flest allar konur þarna og alveg niður í sko 12 til 15 ára stelpur og það var náttúrulega enginn einhvern veginn að kippa sér við það eðlilega. Átti líka börn með, þú veist, einhverjum, Já, ég veit ekki hvað mörgum, en bara allir þarna voru nána systkinir sem voru nýfæddir, þú veist, það bara hann átti öll börnin. Alltaf þegar að þetta kemur á þessum part í svona köllmálum, þá ég bara svona, ég veit ekki, mitt toxic trait náttúrulega bara að ég myndi aldrei verða kölduð, fatturum, mér finnst bara eins og enginn muni geta náð mér. Af því að ég væri þarna bara eitthvað, actually, af hverju pabbi minn að, ok, ég ætla ekki að segja pabbi minn af því að mér finnst það ógeðslegt út af, mér finnst það bara eins og ég sé að tala pabbi minn, að þú veist, mér finnst það skrítið að það voru bara konur þarna bara eitthvað, já, herðu, bara þú barnaði mig fyrir 2 mánuðum, gjör svo vel, hérna 12 ára dóttir mín, skilur þú veist, ég skil ekki, ég veit ekki. En líka mennirnir, þú veist, þær að líka menn, skiluru, en þeir bara ná að heila þó allt þetta lið, þú veist, það bara sé mesti heiður að gefa barni sitt, þú veist, bara sem, svona child bride, þú veist, til hann, skiluru, og þú veist, á meðan þú veist að gefa dótturina að þá konaðin líka eignast annað barn með honum, skiluru, þú veist, þetta svo mikið kjaftaðið. Já, ég veit, þú veist, það bara svo fullt af bara svona öskrandi rauðum flöggum þarna og ég veit að það fullt af fólki sem þarna og kemst síðan út og bara eitthvað svona, já, vá, þú veist, þetta ógeðslega rangt og þetta var allt bara svona normeralæsa þarna, bla, bla, þú veist, ég skil kannski að börnin, þetta sé normeralæsa fyrir þeim að þau fæðast inn í þetta og alast upp í þessu, en það samt fullt af fólki sem að labba bara inn í þetta og bara eitthvað, já, skilur þú veist, vita þetta ekki rétt, skilur það svo auðvelt að hræða svona lið sem svona trúa, þú veist, já, ef þú gerir þetta ekki þá ertu bara að fara til helvítis og ef þú gerir þetta þá ertu bara að færðu eternal life, eitthvað svona, þú veist, bull sem að logið að þeim. Já, ég veit að, þú veist, hann stjórnaði þeim svo mikið með, þú veist, einhverjum svona hótunum, skilur, bara með hræðslu áráðri og eitthvað áttu því að hann var náttúrulega hinn eini sem að skildi biblíuna og gat fattað hvað Guð vildi og allt þetta. En já, þau komast einhvern veginn á radarinn þetta köld út af öllum vopnunum sem þau voru að kaupa eða selja eða eitthvað og þau voru sérst að, þú veist, þessi Brands Davidians, þau voru að selja vopnahluti á svona gun shows og eitthvað náttúrulega búa þarna í Texas og þau keyptu líka óvenjulega mikið af skotfærum og svona, þú veist, á svona gun shows að þarna IDF, heitir það ekki það, IDF, en það ekki þarna byssu. IDF herinn hjá Ísrael. Ertu ekki að tala ATF? Jú, ok, ATF. En ég bara man eftir því nafni en ég veit ekki hvað það stendur fyrir. Já, ATF Alcohol, Tobacco, Firearms. Já, þú veist, allan að ATF var, þú veist, byrjað að fylgjast með þeim. Já, skráningarkerfið sem ATF fylgist með, ég heldur sé ekki að kaupa af þeim. Nei, það sem ég var að fara að segja, þú veist, ATF var, þú veist, þau komist á radarinn út af því ATF var eitthvað svona, býtu, af hverju eru þau að kaupa svona ógeðslega mikið af svona skotfærum og af hverju, þú veist, þau voru að selja og kaupa alls konar svona vopn og eitthvað. Og líka fyrirtæki tilkynntu pantanina þeirra út af því að þau voru með eitthvað svona grunnsamlegar pantanir, skilur bara eitthvað ógeðslega mikið af hinn og þessu. Líka sprengjuefnum og svona, já. Jú,
og fyrirverandi meðlimir sem hafa hætt eða eitthvað farið, þau sögðu frá þú veist að það væri vopnasöfnun í gangi þarna og það væri undirbúningur fyrir stríð út af því að það var, þú veist, þau voru náttúrulega undirbúið sig fyrir heimsendi. Já, ATF byrjar að fylgjast með þeim mánuðum saman og grunurinn var bara að það væri ólöglega breytt sjálfvirk vopn og mögulegt sprengiefni, þú veist, það er það, skilur þú veist, það var bara ok, þau eru að fara að gera einhverja sprengjur og eitthvað. Og út frá þessu að þá gerist þarna standoffið að þau eru þarna í húsi sem að þau voru á, þarna sameignin þeirra sem var aðeins fyrir utan bæinn sem sagt þann 28. febrúar 1993 mæta ATF agentar til að framkvæma húsleit út af öllu sem ég var að telja upp og þetta átti bara að vera snögg aðgerð sem varð það alls ekki. Já, átti líka bara að vera saklaust, þú veist, bara aðeins að tjekka á stöðinu af því að það voru svo mikið af sönnunargögnum þú veist, að það væri eitthvað misjætt í gangi þarna. En þau fara bara beint í ham. Já, Koresh, gaurinn, hann að leiðtoginn, hann sem sagt sannfærir alla að þetta væri bara heimsendurinn að byrja. Að þau væri, þú veist, þetta væri fyrsta skrefið eða eitthvað. Þannig að þau eru öll bara strax í einhvers konar svona varnarstöðu þegar að ATF mætir og þetta voru alveg 51 dagar, þú veist, þetta er alveg bara svona þekkt svona umsátur. Hvað er enskt orð yfir það? Umsátur. Þurfum ekkert enskt orð, við erum íslenskt podcast. Já, ok, flott. En já, FBI tekur yfir út af því að þú veist, þegar að ATF mætir hana og ætlar að framkvæma svo húsleit, þá koma þau og það er bara sagt, þú veist, þeim er ekki hleypt inn og allt þetta og þá verður þetta bara svona, verður þetta strax ógeðslega svona hostile og eitthvað og FBI kemur og það er allir einhvern veginn að reyna, þú veist, þau eru með rétt, að þú veist, þau eru með eitthvað svona warrant, þú veist, leyfi til að fara inn til þeirra og framkvæma húsleit en þau hleypa þeim ekki inn af því að þau telja sig rétt að þau hleypa þeim ekki inn. Þannig að þú veist, þá verður þetta standoff sem að stendur yfir í 51 dag og FBI tekur við og það kemur inn að Mount Carmel sem er basically þessi sameign. Þetta er eiginlega eins og kirkja en bara svona risastórt hús einhvern veginn með kirkju inni eða eitthvað. En Mount Carmel er umkringt bara öllu mögulegu, skilur, þú veist, liggur við skriðdregum sko, þú veist, en það eru bara þú veist, það eru allir annar og leyniskittur hér og þar og þú veist, ég sé þetta fyrir mér bara svona eins og að því ég hef horft á myndina eða þættina sem var gert þetta og þá er þetta bara svona basically eins og bara svona herbílar bara raðaðir upp og svo er þetta bara snúa að þessari sameign en inni er sem sagt, inni í húsinu er David Koresh sem að trúir, þú veist svo er það, þú veist ætli hann hafi alvörunni trúað að þetta væri loka bardagi þú veist, heimsins eða skilur, að þetta væri end of the world, skilur eða ætli hann hafi bara af því að mér finnst það líka svo merkileg pæling að þú veist, ætli allir þessi leiðtogar séu vísvitandi að ljúga að öllum eða ætli þeir séu líka og þessi bara búin að ljúga það mikið að það eru trúi sem bara já, þú veist, af því að þeir náttúrulega kannski byrja hann upprunalega að ljúga þessu til þess að ná valdi á fólki en svo þegar að þessu er komið þá geta mér bara, ok, já, this is it, skilur þetta er það sem ég er búin að tala en allavega svona samningsmenn eða svona, hvað heitir þetta, jú, samningamenn eða eitthvað já þeir tala við hann bara alla dagana, skilur allan daginn og hann lofar að koma út en gerir það síðan aldrei og segist alltaf að koma, þú veist, alltaf að koma seinna, þú veist, maður kannski að tala við einhvern í hádeginu og segir bara, ok, ég kem út í kvöld og svo kemur kvöld, þá kemur bara, ok, nei, ég kem út á morgun og skilur, þú veist, þannig að hann var líka einhvern veginn, svona, hann var manipulata lögguna líka, skilur, FBI og hann var líka alltaf að tala að hann var að bíða eftir næsta skilaboði frá Guði til að vita hvað hann ætti að gera, skilur þú veist, hann sagði það bæði við, þú veist, lögguna og líka fólki sem var inni, þú var fullt af fólki sem var inni sem vildi fara út, en hann var bara nei, þið megi ekki fara út, skilur út af því að það voru náttúrulega fjölskyldur hann inni og það voru fullt af börnum og fólk vildi bara fara út til þess að vera ekki í einhverju standoffi við FBI með börni sín en sem sagt á meðan þá er FBI að reyna að
basically þvinga þau til þess að fara út og þú veist tekur rafmagnið af hjá þeim og lokar fyrir vatnið og voru að spila bara svona geðveikt hávær hljóð á nóttunni, þú veist basically bara gera allt þess að þú veist, já, þvinga þau út og hugmyndin var svona að brjóta þau niður en já, ég veit ekki, það er náttúrulega alveg fram og tilbaka með það, þú veist, hvað þetta situation var höndlað illa af löggunni, sko. Já. En hann Kores bara nýtir aðstæðunar og sannfærir fólkið inni ennþá meira hvað yfirvöld eru vond og hann hafi haft rétt fyrir sér og þetta sé heimsendirinn, skilurðu. Og þú veist, þannig að þetta allt sem að löggan var að gera var eiginlega bara svona smá í þágu Kores, þú veist, hann notaði þetta bara til þess að sannfæra fólkið sitt ennþá frekar en já, það voru náttúrulega slatti af börnum hann inni og nokkrum hleypt út en ekki öllum og foreldrarnir trúa því að ef þau halda börnunum sínum inni að þá eru þau að vernda þau, skilurðu. Já, þú veist að þau vilja frekar deyja öll saman og fara öll saman til himnaríkis, þetta voru svona allt. Já, en sko til að byrja með þá voru, eins og ég segi áðan, þá voru fjölskyldur sem að vildu að börnin sín myndu fara, skilurðu, til þess að þau myndu lifa af, en því lengra sem leið á, þú veist, þetta voru 51 dagur, því lengra sem leið á og því meira sem að löggan var að fikta með þau, þú veist, eins og taka rafmagnið og, þú veist, kötta vatnið og þessi hljóð og nætunar og eitthvað, þú veist, þá voru þau bara, ok, þú veist, við viljum ekkert að börnin okkar fari til þeirra, skilurðu, þú veist, þetta er vonda fólkið, skilurðu. En þetta endar sérst hræðilega bara á þessum bruna, þannig að sérst eftir alla þessa daga þá klárast þolinmæðin og FBI bara byrjar að dæla inn táragasi, þú veist, ná að brjóta eitthvað gluggana, það er sérst kviknar, þú veist, það kemur eldur þegar táragasinu er hent inn, en það er ekki alveg víst hvort að, þú veist, út af því að David Koresh það búið að, þú veist, sanna að hann hafi hellt gasi á mjög marga staði, þú veist, í húsunum, allavega í 2 svona stærri hús. Þannig að, þú veist, það er ekki vita hvort það er kvikna út frá því eða einhverju sem að löggan, þú veist, sendi inn. Já. En allavega í skýrslum frá löggunni þá var sagt að, þú veist, þau hafi sjálf eða hann hafi sjálfur henni byrjað einhvern eldin, sko. Já, það er einmitt staðan, sko, þú veist, það er ekki 100% vita hvernig eldurinn byrjar, skilur, en hann kemur samt á þeirri tímasetningu að þau löggan er nýbúin að henda inn einhverju táragasi en það gæti hafa triggerað eitthvað sem að þau hefðu nú þegar komið fyrir, skilur. En staðreyndin er samt svo að það kom risastór eldur og að það var fólk sem brann inni og það voru alveg 76 manns sem deyja, sem er ógeðslega mikið. Já, og það voru 25 börn sem deyja og hann sérst deyr líka, David Koresh, og þú veist, eftir þetta bendir alltaf þú veist, fólk bendir alltaf á hvort annað, skilur, þú veist, Költi segir að ríkið hafi drepið þau eða þú veist, þau sem dóu og yfirvöld segja að þau hafi, þú veist, basically drepið sér sjálf, skilur, þetta hafi verið sjálfsmorð. Já, og þetta er, þú veist, svona í grófum drætti allt Waco, skilur, og allt sem að veit þannig séð Waco kemur í kjölfari á þessum degi, hana. Og varstu ekki að tala hana Oklahoma City bombings kom líka? Jú, þú veist, það er tengt en samt ótengt, þú veist, það var svona gaur sem var í fílu út í yfirvöld og má giska á að hann hafi verið orðið svona ennþá meira ýktur í öllum þessum pælingum sínum eftir Waco að því að hann með þess að var þarna, þú veist, hann fór og var að selja einhver svona pinna, þú veist, eitthvað svona anti-government pinna, þú veist, pinna, hann kallar pinna hérna úti svona nælur, þannig að hann var svona ógeðslega mikið á móti, já, bara, þú veist, hvernig löggan var að haga sér og þú veist, enda vel hægt að gagnrýna hvernig þeir fóru að þessu, en á sérst 30 ára afmælinu minni mig, ég held að verið 3 árum eftir 96 þá, að því þetta var 93, þá sérst gerir hann Oklahoma City bombing á sérst, já, 3 árum eftir lokadag Waco held ég, eða byrjunadag, man ekki nákvæmlega. Þannig að þú veist, það er tengingin við Waco og hann náttúrulega var þarna á þessum stað, en
það tengist ekki endilega költi að því hann var bara svona, þú veist, lóner sem var bara eitthvað vel stiktur. Þetta mál náði náttúrulega bara lengra að, þú veist, fólk sem var nú þegar með eitthvað konar agenda gagnvart ríkinu nýtti þetta mjög mikið, skilurðu, og var bara sko, þú veist, ríkið bara er ekkert all for us, skilurðu. Já. Já. En ég er ekki með svona dítarlegt, oh my god. Nei, ég veit ekki, þú veist, mér fannst erfitt að segja frá þessu eitthvað svona í grófum drætt. Bara allt er lagi og líka bara því að við vitum líka meira sum költ en önnur að því að við höfum farið ofan í þessar kanínuhólur. En ég ætla að taka eitt stutt af því ég er náttúrulega með 3 eiginlega og ég ekki bara taka þá kannski 2 núna í röð, 1 stutt og 1 lengra. Já. Ok, ég ætla að byrja að tala Jonestown eða People's Temple. Þar er svona maðurinn nafni Jim Jones. Hann er fæddur árið 1931 í Indiana og hann sýndi mjög snemma mikla þörf fyrir athygli og var með mjög mikla svona þráhyggju fyrir dauðanum og líka áhuga á trú og stjórnmálum. En hann sagðist sameina kristni, sósíalisma og mannréttindabaráttu og í Indiana stofnar hann People's Temple og fólk fer að sjá hann sem svona framsækinn predikara og í kringum 1960 flyst hann til Kaliforníu og hreyfingin stækkar mjög hratt þar og fær þá mjög margir sem bætast við í költið þar í rauninni en þetta var náttúrulega bara trú á þeim tíma. 10 árum seinna í kringum 1970 þá flytur hann alla til Guyana, þú veist bara til annars lands og Jonestown er þetta sem þá er henni bærin eða þú veist bærin þeirra er stofnað djúpt inn í frumskógi þannig að allt þetta fólk og við erum að tala um sko 100 manns býr bara til eitthvað samfélagi inn í skógi í Guyana. Ég veit ekki hvort það sé íslenskt nafn yfir Guyana, ég er allavega ekki að muna en fyrstu árin þá var hann bara berjast gegn kynþáttamisrétti, fátækt og mismunun þannig að þú veist auðvitað næran til fólk sem að er annarkvort að lenda gegn rasisma á þessum tíma eða er að glíma við fátækt og þar fram til götunum. Kannski var þetta alveg byrjað í einhverjum góðum skilningi en hann fekk bara svona eitthvað God complex, hann Jim Jones og fekk bara alveg með þetta út í öfgar. En kirkjan var samt blöndu, hvítir og svartir sem var mjög sjaldgæft á þessum tíma og hann veitti mat, húsnæði og heilbrigðisþjónustu þannig að þú veist það er mjög auðvelt að skilja sérstaklega fólk sem var að glíma við fátækt af hverju hann náði svona vel til þeirra og af hverju voru svona rosalega margir í þessum sértrúarsöfnuði svo við notum íslenska orðið svona einu svona í þessum þætti en hann ættliti líka börn af mismunandi kynþáttum talaði gegn rasisma og virtist mikið samveru og svona talaði allan á þannig eins og þú veist hann væri ógeðslega humble en margir sá hann bara sem frelsara en ekki einhver þú veist köld leiðtoga en smám sem að byrjaði allt að breytast og Jones byrjaði að halda mjög langar og þreytandi ræður þar sem var sagt að refsa fólki eða var ekki að fylgjast með eða var ekki að halda athygli allan tíman, notaði hræðslu, sektarkennd og svona þau gagnvart heiminum, svona us against the world, svona hugmyndafræði og hvatti fólk til að einangra sig frá fjölskyldu sem að studdi ekki sértrúarsöfnuðinn og að gefa allar eignir sínar kirkjunni þannig að fólk áttu bara algjörlega helgað kirkjunni. Jones fer síðan sjálfur að misnota vímuefni og vera bara mjög manískur en hann var algjörlega númer 1 í þessum sértrúarsöfnuði en svo hann var með eitthvað sem kallaði svona inner circle sem voru svona hans aðal persónur svo til þess að halda öllu við sem sá aga, refsingar og eftirlit en allir áttu bara treystunum af lífsvarsála kröftum sko en síðan var flóttinn til Guyana og í rauninni stofnunin á Jonestown var vegna rannsókna yfirvalda og fjölmiðla sem voru svona að byrja í Kaliforníu og hann kaupir þetta land í Guyana sem er mjög afskekt og erfitt að flýja og ekkert símasamband þannig að fólk var bara algjörlega svona, nú man ég ekki íslenska orðið svona dependent og bara, það gat ekki farið neitt en það var svona kynnt sem einhver sósíalísk paradís og sjálfbært samfélag fyrir þá sem aðstofan var ennþá að reyna að fá fólk inn í þetta en raunin var samt langi vinnudagar, skortur á mat, stöðugt propaganda eða svona eitthvað verið að með áróður vopnaðir verðir og engin leið út síðan var náttúrulega byrjað að æfa fyrir dauðan og þetta er eiginlega alltaf í þessum kvöldum með svona eitthvað heimsendadæmi en hann skipulaði
White Night sem voru æfingar fyrir fjölda sjálfsvíg. Fólki var sagt að CIA var að koma og börnin eru pyntuð. Og í þessum æfingum þá voru sem sagt fólk var látið drekka einhvern svona vökva og þetta voru í alvörinu æfingar. Þannig að sumir drykkir voru, þú veist, í rauninni bara svona placebo, þú veist, bara venjulega drykkir, en aðrir bókstaflega drápu fólk. Þannig að var, þú veist, eitthvað eitur í þeim sem að dráp fólk. Og markmið með þessum æfingur var, þú veist, að testa hversu hlýðið fólk var og að brjóta fólk niður. Síðan byrja fjölmiðlar og yfirvöld að koma nær en áhyggjufullir aðstendur í Bandaríkjunum fóru að koma sér til Guyana til þess að finna fólki sitt í rauninni og árið 1978 ferðast þingmaðurinn Lee O'Ryan til Jonestown og nokkrir meðlimir reyna að flýja með honum og þarna fer Jim Jones ekki að lítast á blikuna en á flugvellinum þarna í Guyana sem var nálægt þá reyna fylgjendur Jones að skjóta Lee O'Ryan og aðra og þetta verður í rauninni svona vendipunkturinn og já, í rauninni byrjunin á endinum hjá þeim en Jones heldur síðustu ræðu sína og segir að það sé byltingakent sjálfsmorð. Börn fengu fyrst þennan eitraða drykk, foreldrar neyddu til að horfa á börnin sín deyja og fullorðnir drukku síðan sjálfir eða voru þvingaðir til að drekka. En að lokum voru 918 sem að létu lífið og þar af yfir 300 börn. Shit, urinn. Hefur þú ekki farið honni þessa? Jú. En þú veist, mér myndi ekki svona margir aðalar, sko. En sumir, og það er að vera verið svona að velta upp hvort það sé hægt að kalla þetta sjálfsvíg af því þetta er svo ótrúlega, þú veist, mikil svona stjórnunartaktík og svona hræðslu áróður að fólk í rauninni að velja milli þess að drekka þetta og deyja, þú veist, af þessu eitri en síðan, þú veist, eru margir sem bara svona biðu, skilur, þorðu kannski ekki alveg strax og þá voru þeir annarkvort sumir voru neyddir eða þeir horfðu upp að aðra að vera sprautaðir með eitri og svo voru í rauninni margir skotnir líka þannig að þú veist, þetta hefur verið bara eitthvað ógeðsleg kaotíkana, sko. Hvernig var og það þetta er í með rauninni ég man ekki hvernig það var með, þú veist, alla þessa gæja, þú veist, allt það fólk sem var í the inner circle, endur þau að drekka þetta líka eða fengu þau bara að lifa? þú veist, margir af þeim í rauninni trúðu bara svona mikið á þetta, þú veist, að þú veist, þetta enda bara á að þeir snúast gegn hverjum öðrum, skilur, sumir drukku þetta bara sjálfur þegar þeir voru bara, þú veist, einn af þeim síðustu og sumir, þú veist, skutu það, skilur, en þeir sem voru að skjóta þá voru þá bara svona ok, ég treysti mér til þess að skjóta hina og síðan drekki ég bara eitrið, skilur þú veist, þetta var svo sjúkt allt saman En ég er að hugsa, Jim sko Jones sorry, kláraði alltaf, en þú veist, þetta er líka, þú veist, fyrir fólk sem hefur heyrt eitthvað svona don't drink the Kool-Aid sem að þýðir svona, þú veist, ekki gleypa við einhverju svona köld, þú veist, áróðri það er svona verið að vitna í þetta don't drink the Kool-Aid en var þetta ekki eitthvað svona Kool-Aid sem þau voru að drekka? Jú, þetta var allavega eitthvað svona fjólublóð drykkur hefur verið sagt en Jim Jones fannst látin með byssu, líklega sjálfsvíg og People's Temple listist bara upp, engin áframhaldandi starfsemi eftir þetta og í rauninni er þetta bara að nota, eða bara ætti að vera að nota sem viðvörun og dæmi hvað svona leiðtogi getur gert. Já, ég er að hugsa, sko, út af því að mér finnst eiginlega alltaf, þú veist, það er alltaf náttúrulega trú, það er einhvern veginn the gateway inn í þetta og líka svona náttúrulega hidden agenda hjá öllum sem leiðtogum og þú veist, ég er að hugsa var eitthvað svona kynferðislegt Já, alveg pottið, sko þú veist, hann fekk örugglega svo hjá bara hverju sem hann vildi, skilur og þú veist, og líka af því að allir svo heilaþvegnir og þú veist, hann er náttúrulega bara aðalmaðurinn, sko og ég man ekki nákvæmlega hvernig það var en þú veist, alveg pottið þú veist, átt hann alveg margar konur og þú veist, hvernig sem það var en mér veist þetta svo mikið dæmi þú veist, allavega svona með við hvernig þetta lítið við mér, að þá er þetta bara svona eitthvað svona sem byrjar sem eitthvað svona voða karisma, skilur og verður síðan bara, þú veist brjálaður og í rauninni bara svona sturlast af þessari, þú veist, stjórn sem hann hefur. Sér hversu mikið vald hann getur fengið, skilur við. Já, bara svona valdabrjálaði. En á ég að taka eitt viðbót og svo þú? Já.
Ég er að flétta Ég mig. held ég ætla að enda þetta á mestu kanninu hólur sem ég hef farið í. En ég ætla að taka núna FLDS sem er Fundamentalist Church of Jesus Christ Latter-day Saints. Bara gátu þau ekki fundið lengra nafnið á. En þetta er semst bara bætt við þessi fundamentalist og stundum er þetta bara að kalla fundamentalists af því að þetta er, þú veist, Jesus Christ of Latter-day Saints er mormonakirkjan og þú veist, yfirleitt er þetta bara alltaf að kalla mormonar. En talandi það, þá eru einhverju mormonar í missjóni í Vestmannaeyjum. Hefurðu séð þetta á Instagram? Nei. Og þeir tala íslensku, greyin. Þetta eru örugglega kanar, mest allt. Tala þau íslensku? Ég þarf eiginlega að setja Vá. í story á faldfréttir og senda þeir þetta því að þeir tala íslensku og þeir segja eitthvað svona á síðustu daga. Og geta þeir kent mér íslensku eða? Já, í alvörunni, þeir tala eiginlega betri íslensku en þeir tala með svo miklu hreim og þú veist, þeir eru svo miklu svona fórnarlemb aðstæðna og ég svona hugsa alltaf til þeirra því ég hef búið í Vestmannaeyjum og verið í Vestmannaeyjum við veturinn að þeir eru örugglega bara eitthvað, akkur gat ég ekki bara verið sendið til Costa Rica í mission, skilur þeir eru fastir yfir veturinn í Vestmannaeyjum. Byrju, eru það svona mormonar sem eru sendir í eitthvað svona mission? Þú veist, ég sé eitthvað svona TikTok-vídeó sem að fólk er eitthvað að opna eitthvað umslag eitthvað, where am I going? Þú veist, eins og þessi að fara, þú veist, vera beisuð í hernum með eitthvað. Já, þetta er þannig, þeir fara í 2 ár. Eru þau þá bara í sunnudagaskólanum? Já, ekki sunnudagaskólanum, þeir eru bara með sitt sér dæmi, sko. Hvað? Þú veist, og það bara fólk í Eyjum bara, eru mormonar, þannig trú í Eyjum eða? Nei, þeir eru að reyna, þú veist, mission þýðir bara að vera trúboði, skilur við. Þeir eru að reyna að breiða út mormonisma til Vestmannaeyinga. Já. Íslendinga. Já, ok. Já. En já, þetta er semst fundamentalist, ég ætla bara að kalla þetta annarkvort FLDS eða fundamentalists sem er semst þessi afkimi mormonarhreyfingu og spratt upp úr þeirri hreyfingu, segi ég. En þetta byrjar snemma í Utah og Arizona, snemma 20. aldar og héldu mjög fast í fjölkvæni þrátt fyrir bann sem er aftur bara, þú veist, menn áttu mjög marga konur yfirleitt, ég held að konur hafa ekki mátt eiga marga menn, allavega er það ekki í takt við trúna. En fyrstu árin þá voru þetta mjög svona einangri samfélög og skýr svona stigveldi og aftur er svona aðalpersona í þessu sem er Warren Jeffs sem er svona allræmdasti leiðtoginn, en þetta var samt svona eins og í mormonakirkjunni að hann er sérst allræmdasti leiðtoginn en hann er ekki fyrsti leiðtoginn, heldur er hann, þú veist, þessi svona sem að fór mest í fréttir og þú veist bara mest að spyrjast út um, en þessi stigveldi er, þú veist. Var ekki pabbi hans einhver aðalkall eða eitthvað? Jú, þú veist, þetta er svona, já, þú veist, þetta er eiginlega bara svona eins og svona konungsveldið, þú veist, það er bara svona ákveði hver er næstur og eins og nú nýlega var í fréttum að sá sem átti að vera næstur svona leiðtogi mormonakirkjunar, þú veist, þessara mormonakirkju sem er, þú veist, bókstaflega tempúlina hliðina sem ég bý, þú veist, galið, en sem átti að vera næsti leiðtogi af því að, þú veist, þessi sem er núna leiðtogi er orðin svolítið gamall, þessi sem var next in line var að deyja, þannig að þú veist, þetta komist í fréttir daginn, ég veit ekki hvort þið sá þetta, en já, Warren Jeffs er þessi allræmdasti leiðtogi og hafði allar fjölskyldur undir mjög ströngu eftirliti og síðan var hann náttúrulega giftur óvart öllum konunum og konur áttu að vera undirgefnar og kalla með vald, en samt áttu kallar ekkert að vera með vald gagnvart Warren Jeffs, fattið, þú veist, það áttu allir að vera undirgefnir gagnvart honum og svona mest krassandi aðburðir í þessum afkima þessari trú í fundamentalist voru þvinguð hjónabönd, barnabrúðir, þú veist, konur látna giftast bara, þú veist, sumir voru bara eitthvað að bjóða, þú veist, dætur sínar bara 9 ára, bara já, please Warren, viltu giftast henni, skilur, þú veist, og þannig að hann var bara giftur ógeðslega litlum stelpum oft á tíðum sem er viðbjóður Mörgum. Mörgum. En var það ekki líka þannig að hann var ekki eini, þú veist, það voru líka, þú veist, bara aðri kallar í trúnni voru líka allir bara með 2-3 konur. Jú, þú veist, og svo var þetta svona þessi svona skipting á milli, þú veist, hvar þú varst í fæðukeðinu basically, að þú veist, eins og bróðir og kannski synir Warren Jeffs, þú veist, þeir máttu eiga svona marga konur, en nei, þú veist, þessi bara Kalli út í bæ, hann mátti bara eiga eina konu og konan hans var líka gift einhverjum öðrum, þú veist, þetta var alveg svona alls konar svona stjórnunartaktík
notuð og svona, þú veist, sem að myndi í rauninni líka kalla, þú veist, kerfisbundi misnotkun á náttúrulega öllum konunum og þessum köllum sem voru, þú veist, neðst í keðjunni, basically. En 2006 Jeffs handtekinn og dæmdur í lífstíða fangelsi og hann ennþá að gefa út svona, ég ætla að tjekka hvort hann sé ekki örugglega þá lífi. Var hann þá ekki handtekinn fyrir hvað, kynferðisofbeldi eða eitthvað svona? Jú. Þú veist, út af því að hann var basically bara perri að fela sig á baku eitthvað trú. En hann, já, æði. Hvað? Hann fæddur saman á elsta barnið mitt, já. Já, hann ennþá bara í fangelsi og hann ennþá í rauninni að reyna að stjórna þaðan, þú veist, hann gefur út einhver svona, þú veist, sendir út einhver boð og einhver svona, þú veist, scripture sem í rauninni bara, ég veit ekki nákvæmlega hver íslenska þýðingin á því trúalega en hann ennþá í rauninni að reyna að stjórna einhverjum hópi fólks þráttur að vera í lífstíða fangelsi og hópurinn ennþá til staðar í minni mynd. Sem betur fer þá alltaf fleiri og fleiri að svona losna undan, þú veist, fleira og fleira fólk sem að komast í, veit ekki, heimildamindir eða þú veist, komast í einhverju upplýsingar að hópur, eða þú veist, í rauninni trúin fyrir utan ekki svona, eða heimurinn fyrir utan trúna ekki svona hræðilegur og mjög margir sem að í rauninni komast í burtu frá en svona ógeðslega sorglegt oft á tíðum og ég alveg ofta að taka inn einhverja sögur eins og var einhvern tímann kona í ópera sem að stakk af í rauninni og börnin hennar bara föstan inni með pappanum, þú veist, hún reyndi að fara með börninum en það á mörgum stöðum lög það að segjum að hún fari í forræðisdeili við pappan sem ennþá inn í FLDS að þá verða forræði verður að dæmast með honum af því að það það sem krakkarnir þekkja eða eitthvað svona, þú veist, ef að mamman, þú veist, segjum eins og ef ég myndi bara eitthvað skilja við Gunnar og ég ætlaði bara að fara í FLDS, skilurðu, að það væri það sem að þá, þú veist, í rauninni á mörgum stöðum, þetta mjög svona, fer eftir ríkjum og allt svona, en ef þetta gerist í Utah til dæmis, þar sem allir mormonar eða eitthvað svona, að þá yfirleitt dæmt með því foreldri sem heldur börnunum í sömu mynd og þau þekkja, skilurðu. En svo þetta líka bara, maður hefur hort á viðtöl við aðila sem að eru búin að ná að opna augun fyrir þessu og eru bara á þetta rangt, skilurðu, en þetta kannski 18 ára einstaklingar og þau flýja en þau kannski 7 systkini sem ennþá þarna og foreldra, skilurðu. Já, og mögulega börn, ef þau eru 18 ára, skilurðu, kannski 8 börn, skilurðu. Það þættir á Netflix og þetta alveg insane líka, sérstaklega þetta svona að því að þetta ennþá í gangi og hann bara ennþá á lífi og hann bara í fangelsinu samt ennþá einhvern veginn að ná að nýta völdin sem hann náði að byggja upp hjá einhverjum, skilur, þótt að margir þeirra séu farnir. Já, þú veist, það mjög mikið af fólki sem að horfa bara á hann sem Guð, sko. Já. For what? I don't know. En hvað var aftur, já, hjá þeim þetta bara trú, það var ekkert eitthvað svona heimsendir eða eitthvað? Jú, þau trú alveg á heimsendi og þú veist, eins og hann let mjög oft þú veist, fólk flytjast skilurðu. Það áttu allir að flytja þangað og flytja hingað, þú veist, bara eftir því sem að það var að koma heimsendir eða eitthvað. Já, eftir því sem að meira á honum, skilurðu. Já. En já, til þess að taka þetta saman þá voru þetta rauninni, þú veist, það var engin sem að dó þannig lagað, eða þú veist, ekki nema að það hafi verið eitthvað sjálfsvíða eitthvað, en ég allan ekki með það fyrir fram að mig. En þetta rauninni bara mannréttindabrót og svona kynferðisbrot og stelpur giftar 12-15 ára ef ekki yngri og mikið nauðganir innan hjónabands og þar fram til göttunum, þannig að já, þetta þessi sértrúarsafnur. Viltu taka næsta? Herra, já, ég var með mann, örugglega vinsælasta, eða ekki vinsælasta en svona mögulega þekktasta mannin og það hann Manson, Charles Manson, og hann alveg svona poster child af sértrúarsöfnuði eða þú veist basically bara svona valdabrjálaði eða eitthvað, af því að það sem hann gerði var að samkvæmt lögum gerði hann ekki neitt rangt út af því að hann lét fólk drepa fyrir sig, þú veist, fólkið hans sem að trúði á hann
endaði á að fremja glæpi og morð fyrir hann. Og hann varð frægur sumarið 1969 eftir svona crime, eða svona, hvað ég segja, svona crime spree, skilurðu, og sérstaklega þá svona eftir röð morða í LA. Og fórnarlömbin áttu allt sameinlegt að vera rík eða þekkt fólk og svona þekktasta morðið var Sharon Tate sem var komin 8 mánuða leið. En fjölmiðlar sem sagt festust á Manson og gerðu hann að einhverju svona, Pían ekki að grínast hérna baka mig, en hvað er það? einhver með lítið badd sem að banka bara á gleri en hún Já, sjá ok. ekki. Já. Mjútaði bara. En já, sem sagt, fjölmiðlar hjálpuðu Manson eiginlega, þú veist, óbeint að springa hann upp, basically. Og hann elskaði það, sko. Þú veist, hann var alveg bara loving it að fá alla þessa athygli. Sérstaklega því að hann fekk athygli fyrir að láta aðra gera hluti. En hann, sem sagt, er fæddur 1934 og átti alveg umulega æsku. Hann var alin upp í bara svona ofbeldisfullu og óstöðugu umhverfi og var meiri hlutan af æskunni sinni í fangelsi eða inn á stofnunum eða eitthvað. Og það er talað að hann lærði mjög fljótt að stjórna fólki. Læra á eitthvað svona weak spot. Já, hann var líka var hann ekki að stjórna svona öðrum sínum líkum, svona, þú veist, smá svona outcasts í samfélaginu og þú veist, þetta er á hippa tímabilinu, þannig að hann var, þú veist, hann var í rauninni með bara svona drifters þarna í LA, þú veist, og svona fólk sem átti í rauninni ekkert og var bara ógeðslega svona viðkvæmt og veist, þurfti á einhverju smá stefnu í lífinu að halda þegar hann gerir eitthvað svona köld. Og ég man, allavega sá ég einhvern tímann að þau voru sko héldu til húsa, er það ekki í einhverju svona setti, einhverju svona Wild West setti í Hollywood eða einhvers þar í Los Angeles, einhvers þar út fyrir sem var eitthvað bara svona kvikmyndasett og þau byggu þar bara. En hann var sérst, þú veist, hann var alveg þekktur fyrir það að vera með, þú veist, eitthvað svona, þú veist, næmt auga fyrir veikleika fólks, skilur, þú veist, hann viss alveg hvernig hann átti að tala við og hvernig ekki, skilur, hverjum hann myndi ná og hverjum ekki, og hann lagði enga vinnu í að ná fólki sem hann vissi að myndi ekki ná, skilur. Og hann vildi ekki bara, þú veist, hann vildi alveg verða frægur, skilur, og það var alltaf markmiðið hans, ekki bara það að vera leiðtogi einhvers hóps, skilur. Hann dreymdi að verða, þú veist, að eiga einhver tónlistaferil og hann taldi sig verið með einhverja snilli gáfu og eitthvað. En þegar tónlistadraumurinn hans fór út gluggann, þá byrjaði hann að vera smá bara svona reiður út í heiminn. Og þá var hann bara, ok, þú veist, ef ég næ ekki vera frægur í gegnum tónlistina, þá ætla ég bara að vera frægur öðru í sig. Og þá var þetta svolítið svona evil, eða skilur svona önnur, eitthvað annað agenda hjá honum. Það sést líka svo vel eftir á, þú veist, að hann hefur alltaf gefið svo ógeðslega svona skrítin viðtöl eða, þú veist, hafði og þú veist, eitthvað svona sem átti bara að verða ógeðslega svona sláandi til þess að vera sýnt sem mest frá því, þú veist, í fjölmiðlum og svoleiðis, þú veist, eftir á og það hann langaði bara að vera frægur, það var basically það sem hann var að gera. Og hann vissi nákvæmlega, þú veist, hverju hann átti að leita að þegar hann var að leita að fólki og hann leitaði, þú veist, eins og þú veist að segja áðan að fólki sem var kannski brotið eða fjarlægt fjölskyldunum sínum eða kom til LA til þess að, þú veist, meika það í Hollywood en það var ekki að ganga, skilur, og var eitthvað svona að leita sér að eitthvað skonar, þú veist, hvað ég segja, leita sér af, þú veist, stefnu eða eitthvað, þú veist, bara who am I fólk, skilur, og sérstaklega ungar konur, hann var mjög mikið í því. Hann var ekkert eitthvað svona bara allir á eiturlyfum, notaði hann ekki, þú veist, eiturlyf til þess að stjórna þeim. Og hann var alveg með taktík sem hann hefur einmitt, að þú veist að tala viðtöl, hann hefur talað þessa taktík hvernig hann náði fólki, af því að hann var bara spurður af því á einhverjum fjölmiðlum, skilur, og þá var hann sagði allan í einu skipti í einhverju viðtali, þú veist, eftir að hann var handtekinn, hann bara, þú veist, eina sem ég þurfti að gera var að hlusta á það sem fólk hafði að segja og endurtaka það sem þau sögðu, bara, þú veist, með aðeins öðruvísi áherslur, og þá upplöfðu allir bara að hann sæi þau, skilur, og hann bara eitthvað svona, ég var ekkert að leitast við það að vera með svör við vandamálum fólks, heldur bara að samþykja þau, skilur, að samþykja fólki þrátt fyrir öll þessi vandamál sem við vorum með, þannig að þú veist,
aftur bara hamra á því að hann var bara með eiginlega fullt af veiku fólki í kringum sig eða veiku eða týndu eða eitthvað þannig og hann var mjög mikið að lofbóma fólk og treysta á að þau væri með brotna sjálfsmynd og ef þau voru ekki með brotna sjálfsmynd þá braut hann sjálfsmyndina þeirra til þess að byggja þau upp þannig að þau voru treysta á hann og svo var náttúrulega líka svefnleysi og eiturlyf og alls konar endurtekning sem hann var að hamra á við þau og hann sagði einu sinni í viðtali eitthvað svona, þú veist, orðrétt bara þegar þú heyrir sömu hugmyndina aftur og aftur undir áhrifum án svefns þá verður hún að sannleika. Þú veist, þannig að hann var líka alveg bara svona meðvitað að spila eitthvað svona mind games á fólkið í kringum sig. Og hann var að segja við fólk að hann væri Guð og Jesús og hann væri spegillinn þeirra sjálfra, skilur. Þannig að allt það slæma sem að hann sagði og gerði það fannst þeim líka, skilur þú veist, hann var að segja það við fólki, þú veist, af því að hann var bara ég er spegilmynd af þér þannig að það sem að ég segi þú veist, þér finnst það líka og hann var líka að segja bara eitthvað svona, ekki segja þeim hver hann var, hann var líka að segja þeim hver þau væru og notaði þessa spegilmynd sína eða eitthvað, þú veist, hann er leið og hann einmitt bjó líka til eitthvað svona, þú veist, skipti heiminum í okkur og þau, svona us versus them dæmi og þegar það varða eitthvað svona morði eða eitthvað þannig, þú veist, varð að glæpastarfsemi eða eitthvað að það var hann að helter skelter hugmyndin sem breytti þessu úr költi í morðmál hét helter skelter Manson sérst trúði því að það væri kynþáttastríð að koma og að þau þurftu eitthvað svona forskot og þess vegna sendi hann fólki sitt út til að drepa, til að kveikja, þú veist, til að starta þetta stríð eða eitthvað og í hans huga voru morðin ekki þú veist glæpur eða þú veist morðin voru ekki morð heldur var þetta bara hlutverk í þessu stríði sem átti að vera að byrja en hann þess að dró sig alveg í hlé þegar morðin voru eiga sér stað en hann stjórnaði samt öllu og fólki sem var að framkvæma morðin þú veist það var bara að framkvæma eftir hans skipunum, skilur og það var í fullri trú þau upplöðu sig ekki vera framja morð, þau upplöðu sig vera þú veist, hvað ég segja þú veist, þau upplöðu sig, þetta væri eitthvað svona væri eitthvað bigger picture í þessu Hvað enduðu og drepa marga? Drápu 9 manns Endur frægasta með þess að sem voru ólétt náttúrulega úgeðslega sorglegt já en já, með hann að helter skelter, ég fattaði það ekki þú veist, endalega strax, en þetta var sérst eitthvað að Manson trúði á það sem hann kallaði helter skelter en það var hans sögn yfir vonandi dómdagsstríð milli hvítra og svarta þetta var bara eitthvað svona þú veist, bara eitthvað bull sko Já en sem sagt hann var sem sagt handtekinn og dæmdur í lífstíðarfangelsi og hann var bara brosandi og leika sér að fjölmiðlum og eitthvað svona þú veist í réttarhöldunum af því að þetta var bara sem hann vildi bara verða frægur líka náttúrulega allir þessir fylgdarmenn hans sem að framkvæmdu morðin þeir voru líka fengu öll fangelsisdóm sko en þau öll voru bara eitthvað í þeirri trúum að þau þyrfti að gera þetta þú veist þess að lifa af eða eitthvað þú veist og því annars eru þau bara drepin og eitthvað þessi skeri að hann fekk bara fólk til að drepa saklaust fólk fyrir sig skilju og það var ekki eins og þetta fólk hafi gert honum eitthvað eða þú veist þetta var bara hættulegu maður Þau grættu ekki neitt á því að drepa þetta fólk þau sem voru að drepa fyrir hann þú veist þetta svo galið allt saman já En á ég þá að taka lokapunktinn take it away og það er Scientology insane og þetta er náttúrulega mér finnst þetta svona klikkast af því að þetta er svo mikið í gangi í dag og það er svona svipað með FLDS þetta fundamentalist mormonadæmi það er alveg glæpir þar en það er engin morðumál í FLDS allavega ekki svona ekki upp á yfirborðinu og alveg eins og með mormona per se ég munur að tala um það að fá frekar í kvöld sem er ekki kvöld sem að að því að mormonar er bara svona í rauninni viðurkennd trú hérna sem að mér finnst smá galið en þetta Scientology er svo mikið í dag og svo margir mikið af frægu fólki sem er í Scientology og það er alveg heilu borginnar í Bandaríkjunum sem eru bara svo mikið af fólki í þessu og ég er búin að vera að horfa á heimildaþætti bæði frá Lia Rimini
ég man ekki alveg, heitir hún það ekki? Jú, við með það hérna. Leah Remini og hún búin að vera bara svona, þú veist, hún var fædd inn í þessi trúabrögð í rauninni, Scientology, og hún hefur verið að gera þætti til að svona smá expósa þetta, þannig að ef fólk vill þá er hægt að finna alls konar þætti og bara finna hana að tala þetta. En uppæða á þessu sérst, stofnandinn L. Ron Hubbard og hann stofnar þetta í Bandaríkjunum snemma á 7. áratugnum. En þetta byrjaði sem sjálfshjálpara hugmynd og kallað Dianetics, en þetta lofaði fólki að losa fólk við tráma, auka sjálfstjórn og bara gera fólki að betri útgáfum af sjálfu sér. Og Hubbard sagði að hugurinn vandamálið og að hann væri með lausnina. En þetta byrjaði ekki eins og köld, þetta byrjaði bara svona smá eins og svona life coaching dæmi. En þetta fer frá því að vera sjálfshjálp yfir í trúabrögð af því að Dianetics virkaði ekki eins vel og lofa var. Þannig að Hubbard breytti kerfinu yfir í trúabrögð og fekk þá skattfríðindi sem mjög mikið hérna í Bandaríkjunum að fólk býr til einhver trúabrögð til þess að fá einhverja lausnir á sköttum og meiri lagalega vernd ef einhver ætlaði að koma að gagnrýna þetta. En Scientology var þá stigskipt kerfi og þar sem að fólk borgar til þess að þróast innan þessara, inn í systeminu. Í rauninni því hærra sem þú ferð, því meira þarftu að borga, þannig að fólk bara algjörlega helgað Scientology með því að þurfa að leggja svona ógeðslega mikið í peningalega sé og bara hefur svona mikil áhrif á lífið þitt. En kerfið virkar sér þannig að það auditing sem að viðtöl, fólk fer í viðtöl og þarf að fara í þessi viðtöl. Það sem að einhver svona rafmagnstæki sem við halda í, þetta eins og einhver bollar lýst og það einhverja mótið sem að segja bara já eða nei, hvort að þú sért að fara nógu djúpt eða hvort þú sért að segja nógu mikið og svona, þetta svo algjörlega galið. Ég að rugla, sorry, ég tröfla, en ég rugla Scientology ekki hérna dansdæmið í LA? Nei. Ok, þá ég rugla. Eða allavega á það að vera eitthvað annað, skils mér. En síðan einhver OT levels sem eru loforð yfir náttúrulega hæfileika. Fólk alltaf að reyna að ná einhverjum OT levels sem náttúrulega enginn hefur náð af því að þetta galið. En síðan eitthvað sem kallast Sea Org sem elitan innan trúarinnar og það vilja allir komast þangað og þetta til dæmis á stöðum eins og þetta mjög mikið Scientology í ég held að þetta Clearwater Beach í Florida sem rétt hjá Tampa og þar bara bókstaflega heilt skip en það ekki allir sem að vinna í Sea Org sem á þessu skipi en það vinna, sumir, þetta bara eins og okkur her, sumir vinna bara í einhverjum vinnum uppi á hérna, í einhverjum húsum, bæði þarna í Clearwater Beach en síðan bara út öll Bandaríkinu örugglega. En þetta þess elitan sem allir vilja komast í en þá þarf þetta að vinna 12 til 16 tíma á dag fyrir mjög lítið eða engan penning og þú skrifar undir samning til milljarðs ára við Sea Org. Það svo mikið kjátaði. Það vilja bara allir komast þangað skilur og gera þennan samning að vinna í 12 til 16 tíma á dag, gera ekki jackset skilur en þessir Sea Orgs meðlimir, þeir að gera þetta auditing og þeir að gera einhver svona kjaftaðis bara í rauninni að njósna þá sem eru í Scientology. Fattar þau? Bara til þess að halda þeim innan marka og líka að síðan vinna sumir við að reyna að fá aðra inn. Síðan ætlum við að ræða David Miscavige sem núna svona aðalgæinn. En L. Ron Hubbard deyr 1986 og David Miscavige verður æðsti leiðtogi þá. Hann þekktur fyrir mikla stjórn, reiðisköst og refsikerfi en fjölmargir fyrrverandi meðlimir saka hann andlegt og líkamlegt ofbeldi en þarna breytti Scientology úr svona skrýtnu yfir í bara frekar svona ókveikjandi dæmi. En Shelley Miscavige eiginkona David Miscavige og hún í rauninni önnur valdamesta manneskjan í Scientology og hún stýrði aga, innri rekstri og refsingum og gekk mjög ung í Sea Org. Við erum að tala að það bara krakkar einmitt á svona 12-15 ára aldri sem að gera þessa milljarð ára samninga og eiga að vinna í 12 til 16 tíma á dag en hún gerði það sem sagt og giftist síðan David 1982. Hún var ótrúlega áhrifamikil og mjög svona vinsæl og
en samt ótrúlega ósýnileg út af við og var í rauninni ekkert eitthvað fórnarlamb fyrst af því að hún var hluti af valdinu. En síðan 2005 og 2006 fer Shelley að draga sig í hlé og sjást minna og minna og orðrómur innan kirkjunar byrjar að hún hafi farið að efast þetta allt saman, sýnt svolítið sjálfstæði og svona í rauninni að augra David eitthvað. En síðan hverfur hún algjörlega úr sviðsljósinu og hefur ekki sést síðan 2006. Þannig að þetta svona, þú veist, aðal svona glæpurinn þarna fyrir utan bara í rauninni þessi mannréttindabbrot og þú veist hvað í gangi þarna sem svona algjörlega galið. En hún hvarf semst bara af öllum myndum, öllum fundum, opinberum viðburðum sem hún var vön að vera á og það kom engin kveðja, engin skýring og engin staðfesting á því þú veist hvar hún og það er rauninni fólk fór að bara efast þú veist bara svona að þetta gerist ekkit bara af því bara. En þarna kemur Leah Remini inn í þetta og fyrir þá sem ekki vita þá hún örugglega þekktust fyrir að vera semst konan hans í King of Queens. Manstu þeirra þáttaröð? Nei, en þú veist nafnið er skrifað LeahRemini ef að fólk vil googla hana og finna út eitthvað meira þetta. En hún semst fyrrum Scientologist, hún hættir þetta leyti sem að Shelley hverfur og hún og Shelley voru mjög góða vinkonur og hún náttúrulega átti marga peninga og þú veist, leikona þannig að hún, þú veist, getur alltaf unnið sig hærra og hærra því hún getur alltaf borga meira í Scientology þannig að hún bara að expósa þetta allt, þú veist, hún búin að expósa, þú veist, Tom Cruise af því að hann bara Já, það hafa verið náttúrulega frægir í þessu. Hafa verið, það eru svo margir. Já, þannig að hún, sérst, út af því hún og Shelley eru vinkonar, þá leggur hún fram kæru 2008 og vill meina, eða þú veist, hún leggur fram kæru að Shelley sé mögulega haldi gegn vilja sínum og LAPD, þú veist, bara lögregluyfirvöld á svæðinu, segja að máli sé rannsakað og fullir að Shelley sé í lagi sem samt svo skrítið því að hún fekk engar hún gat samt ekki fengið staðfestingu það, þannig annarkvort löggan að bulla eða þá að David Miscavige gat þvingað Shelley í að segja löggunni bara að það væri í lagi með hana eða eitthvað. En ef hún frjáls, af hverju má hún þá ekki tala og af hverju getur Leah ekki, þú veist, fundið vinkonu sína í rauninni. Já. Og fyrirverandi meðlimir segja margir að Shelley hafi verið sett í einangrun og refsivinnu eða eitthvað svona silent confinement sem að margir lenda í fyrir bara minnstu sakir. Og Scientology og David, þú veist, neita öllu og hóta málsóknum ef fólk eitthvað að segjast alltaf að rannsaka eitthvað og kerfið bara smá svona exposed út af þessu að þú veist, þér refsað, þú ert eitthvað óþægilegur eða ferð á móti og jafnvel þóttu sett svona hátt uppi eins og hún var. En ég að pæla, hvað fær fólk út úr því að vera í þessu, skilurðu? Ekki neitt. En þú veist, af hverju myndi Tom Cruise til dæmis vera í þessu? Hann bara trúir þessu að þú veist hann sé, þú veist, þetta eitthvað svona dæmi að þú færði eitthvað svona trúir einhverju himnaríki, skilurðu og þú veist, ef þú ferð á móti þessu að þá ertu bara að fara til helvitis og eitthvað svona, þetta alltaf sama. Já, líka sko, John Travolta líka í þessu og Laura Prepon sem var í Orange is the New Dark, eða ekki? Nei, Orange is the New Black. Já. Hún hætti sem eftir hún var mamma, stendur hérna. Já. Elizabeth Moss, þú veist. Já. Dóttir Elvis Presley. Mjög margir, sko. Allir ömmur í þessu. En þetta svo skrítið af því að þú veist, hún á lífi? Henni ennþá haldið einhvers staðar 18 árum seinna og þú veist, þetta mál með LAPD þegar að hún, þú veist, leggur fram þetta sakamál, það reyndar stendur að það var 2013, kannski mér finnst það vera með réttar að það hafi verið mörgum árum seinna, það stóð áðan 2008, en það hefur ekki verið rétt en svo galið annarkvort að hún sé dáin eða að hún, þú veist, sé bara haldið einhvers staðar og bara hafi ekki sést í öll þessi ár, þú veist, það ruglað, sko. Það það. En sérst, Leah fædd inn í þetta. Já. Og ég bara mæli svo mikið með þessu þáttum, hún gerði þátt með einhverjum vini sínum sem var líka farin, sem var eitthvað svona blaðamaður og það þú veist, þetta Sea-York dæmi, þú veist, bara þegar þú ferð úr kirkjunni, þá ertu bara, þú veist, bara eltur á röndum og bara gert alls konar, þú veist, svona reyðunni refsingar og þú veist, bara,
bara gert lífið bara í rauninni leitt frá því að þú ferð úr þessu skilurðu, sem að gera það líka verkum að fólk er ekkert endilega tilbúið að þú veist, Og að það er svona hræðslu taktík. Er það ekki eitthvað fólk hann á toppnum bara eitthvað living a good life á fólkinu sem er að vinna og fá engin laun? Jú, og líka af því að þau eru, þú veist, bæði, þetta er skattfrjálst af því þetta er kirkja og fólk á bara að borga allt sem á til þess að komast eitthvað hærra og síðan bara enda þau náttúrulega á eigi raskat og vera bara einhvern veginn búin að helga lífi sínu þessari trú sem gerir ekki neitt fyrir þau, en þau geta samt ekki annað en þú veist, og þau eru kannski komin inn í þetta Sea-Org og fá ekki neitt greitt þar, þannig að þau eru bara algjörlega upp á þau komin, skilur, upp á Scientology komi. Þetta er bara svo galið system, en þú veist, væntanlega ef þú ert Tom Cruise og þú veist, hann er með, þú veist, þú getur sérst verið Sea-Org member og verið að vinna fyrir Tom Cruise, þú veist, allir sem er að vinna fyrir hann, þú veist, teimið hans er allt bara Scientology, skilur, og hann þarf örugglega ekki að borga þeim, sko. Góður. Af því þau eru bara að vinna frítt, 12 til 16 tíma vinnudagar, skilur við. Einmitt, sko. Það er allan það sem sagan segir, sko. En hvað eiga allar þessar sögur okkar sameiginlegt? Helvitis tippafíla. Új. Nei, ég er bara að segja, þetta er allt Nei, kallar. þetta er bara why do men, sko. Já, Nei, ég segi svona, en þú veist, það er alveg örugglega einhver köld þar sem einhver kona er, sko, að stjórna, en ég bara... ég var nú að horfa bara á eitt í gær. Já, ok. Þarna, eða ekki köld, það var reyndar ekki köld, en það var samt svona crazy. Þarna Ruby Frankie og hérna Já. Jodie Hildebrand. Já, En það er náttúrulega bara undir mormónadæminu, skilur já. en, Einmitt, sko. en hún var náttúrulega bara, mín kenning með það er að hún bara lesbianis, sko. Já. Einmitt. Það er stórhættulegt dæmi líka, sko. En vonandi erum við búin að opna fullt af kaninuhólum fyrir fólk að núti og sérstaklega our ADHD sisters sem að hafa núna, já, þurfa að helga lífi sínu að skoða eitthvað af þessum málum betur Já. ef við hafa ekki nú þegar. Ég meina, þú veist, það eru góðu þættir á Netflix, allan að voru, þú veist, að komu góðu þættir eða mynd á veikomáli til dæmis. Þú veist, það eru reynda Já. leikni þættir en þá fekk maður svona, svo fekk maður innsýn í báða aðila, þú veist, þá fann maður svo mikið til með fólkinu, þú veist, veikófólkinu, sko. En maður skildi samt, þú veist, the frustration hjá löggunni, skilur við. Þannig að, Já, Keep Sweet, Pray and Obey, það er FLDS. já, Það var inn á Netflix. já, er það ekki gaurinn hann að? Mhm. Er ekki líka til eitthvað Pray and Obey eða eitthvað? Jú, þetta var það. Keep Sweet, Pray and Obey, það er það sama. Nei, þá er ég að tala um hvað hann. Og síðan er seria Leah Remini, Scientology and the Aftermath. Ég finn ekki hvar það er reyndar. Google segir að sé á Netflix en ég er ekki alveg viss. Harðu, það sem að ég var að tala um áðan er hann að Dancing for the Devil Já, á hérna Netflix. Er það ekki á Netflix? Það er eitthvað sem er í gangi bara núna, sko. Dancing for the Devil. Já. Eitthvað The 7 Million TikTok köld. Ég held ég hef ekki hort það. Eða hvað, hef ég hort það. En já, ég ætla að mæli ógislega mikið með þessu ef þið hafa áhuga á Scientology að horfa á þetta Leah Remini af því að þau fá svo mikið af fólki sem hafa farið úr og þú veist, þau tala við einhver sem að fóru úr Scientology fyrir mörgum árum, sumir sem að þau svona fylgja eftir og fylgjast með, þú veist, hvað þau eru að gera og það er svo mikið klikkun, sko. Bara hvað er í gangi í heiminum? Hvað segir Dancing for the Devil, er það á Netflix? Dancing for the Devil er á Netflix, sko. Og það er einmitt líka eitthvað svona köld í LA eða eitthvað, sko, það sem myndir eitthvað TikTokers og það er til dæmis ein stelpa sem var alltaf að gera TikTok með systir sinni. Já. Og þær fara enda ekkert í nýjum sem köld en önnur þeirra er bara eitthvað, vá, þetta er ekki this does not make sense. En systirinnar er enda í köldinu. Í þáttunum er hún bara eitthvað að reyna að hafa samband við systir sína. Partur af öllu þessu er náttúrulega bara að einangra fólk frá fjölskyldinu sinni og allt þetta, skilur. Og það eru bara fjölskyldumeðlimir bara eitthvað að reyna að senda vídeo, bara eitthvað að setja vídeo á TikTok og tagga hana því að þú veist, hún er náttúrulega bara, þú veist, til sjá hana á TikTok, skilur, því að hún er bara eitthvað að dansa þar. Já. Gali, sko. En já, ég vil að fólk horfi á allir sem mál og kynni sér þetta ef þau eru ekki búin að því nú þegar. Þetta er svo áhugaverst og þetta er náttúrulega smá bara svona forvörn. Af því að þegar maður sér þetta þá er maður bara eitthvað svona, ok,
I'm not falling for this, I'm not falling for that og ég held að sé alveg þessu að þakka að ég geti spottað narsista hér og þar víðan völl á þessu landi, skilur og það ég bara, nei, Já, it sounds a lot like Charles Manson eða eitthvað svona, nei, ég að sjóka en þú veist, mér finnst ég alltaf að spotta Já. fólk, skilur, sem svona að reyna að vera vinsælt meðal almennings en með eitthvað svona hidden agenda, skilur. já, ég nú langar mér svo mikið að fara að tala um stjórnmál Nei, en þá er ég að fara að logga mig út, sko, heldur ég að tala um stjórnmál. nei, ég bara segja, þú veist, að mér finnst oft svona köld í þú veist, stjórnmálaflokkar reyna ofta að ná til svona fólk sem með svona köld í mindset, þú veist, einhver sem bara tilbúið að kjósa þig alltaf sama hvað, skilurðu. Já. Fattarðu? Já, Það er svona alveg svo til- þessi þarna eini flokkur sem byrjar á S. Já, Já, einmitt, bara formaðurinn gæti literally drepið eitthvað bara on live television en þau voru bara, já, X við S. já, og núna er alltaf líka XM líka komið svona inn á þann pól, sko, og er að taka, held ég, þessa, þú veist, ég held að miðflokkurinn sé að taka þetta fólk frá sjálfstæðisflokknum af því að þau geta hoppað á eitthvað svona grindaskert einhverja wavelength allavega Já, þetta ekki þetta- bara komið gott hjá okkur í dag. Eina sem þetta fólk má hoppa eru beinustilega upp í raskata á sér. Er þetta ekki bara góð logo orð, eða? Jú, takk fyrir stuðningin, kæru samstarfsaðilar. Og allir að follow okkur ef að, þú veist, það hjálpar alveg óslega mikið og þið fáið, þú veist, þið getið stilt á bjölluna og svona, ef þið viljið fá notification alltaf leiðandi kemur inn. Við reynum alltaf að byrta þættina á þriðjudagsmorgnum svo að séu komin fyrir traffíkina og já, bara takk óslega mikið fyrir að vera með okkur. Takk Love fyrir you það guys. gamla og við lofum skemmtilegum þáttum árið 2026 þar sem ég verð poreless. Thanks for that. Jú. Thank you. Bye. Takk og bye.